Árið 1238 og Örlygsstaðabardaga lokið og Sturlungaherinn hefur beðið algjört afhroð og í Noregi sitja þeir foringjar Sturlunga, Snorri Sturluson og órækja sonur hans og Þórður kakali sem annar af tveimur eftirlifandi sonum Halldóru og Sighvats en hinn Tumi sem komst undan á flótta úr bardaganum. Þórður hann fréttir þetta þar sem hann situr á fylliríi og fréttir að fallnir séu faðir hans og bræður. Hann tekur þessu nú af ákveðinni léttúð og svarar þessu af mikilli kaldhæðni sem sennilega stafa nú að því að hann hafi verið svo ölvaður að hann var nú ekki alveg tilbúinn að meðtaka þetta ennþá. Snorri hefur samband við hann og sendur honum kvæði þar sem hann leggur áherslu á þetta mikla tjón sem að þeir hafi orðið fyrir. En Snorri hefur hrakist til Noregs undan ofríki Sturlu Sighvatssonar og þarna við hirð konungs og dregst þarna inn í deilur Hákonar Hákonarsonar við tengdaföður sinn Skúla Jarl Bárðarson. Og Skúli Jarl var gamall vinur Snorra eins og við höfum talað áður, þannig að Snorri lendir Skúla megin í átökum þeirra á milli, þeirra tengdafeðga sem þeir voru. Nú, þessum átökum lýkur með því að Skúli lítur í lægra haldi og verður síðan drepinn og þannig að Snorri veðjar þarna á rangan hest og í raun og veru kominn í ákveðna andstöðu við Hákon. Nú, Snorri vill fara til Íslands en Hákon bannar honum það en Snorri ákveður að virða það banna vettugi og fer til Íslands og segir þessi frægu orð út við leg. Og Snorri fer í Reykholt og þar nú ekki sérstaklega skemmtilegt að lítast. Þar hafa þessi átök geisað og Sturla farið þar húsakynnin. En Snorri sest þar að og þar Hallveig, kona hans og þvíumlíkt. En Snorri einhvern veginn áttar sig á því að andrúmsloftið gjörbreytt. Hann reynir að afla einhverja bóta fyrir Tuma yngri bróðurson sinn sem á náttúrulega harma að hefna gagnvart Kolbeini og fer með hann á Þingvöll og heldur að hann muni ná einhverjum skynsamlegum bótum fyrir Tuma. En Kolbeinn kemur með mikil mannafla og umkringir Snorra og Tuma og þannig að þetta endar eiginlega með algjörum ósigri Snorra. Nú síðan líður tíminn í raun og veru, Snorri í sambandi við sitt fólk og það svona verið að vara hann við undir rós að Hákon vilji honum illt, að Hákon vilji stefna honum út eða jafnvel drepa hann. Snorri jú hirðmaður konungs og fer til Íslands í óleyfi konungs. Og síðan árið 1241 þá berst bréf til Íslands með Árna Óreiðu fyrrum tengdasinans og Gissur fær það í hendur sem annar fyrrum tengdasonur hans og Gissur túlkar þetta bréf þannig að Hákon sé að fyrirskipa aftöku Snorra Sturlusonar. Nú það veit enginn raun og veru neitt þetta bréf að öðru leyti hvað í því stóð eða hvort að Gissur les það rétt eða túlkar það rétt en allavega að þegar liðið á september mánuð þá ríður Gissur með hermanna að Reykholti og hefur illt í huga. Og þetta sem sagt 22. september 1241 og þá mætir hann þetta með lið og það ekkert verið að orðlengja það. Þeir ráðast inn í Reykholt, inn fyrir virkisgarðana. Snorri hefur engar vara á sér, það engir menn á verði og það ekki boðið upp á einar sættir eða umræðu. Snorri flýr niður í kjallara og Gissur hann ekki maður til þess að tala við hann augliti til auglitis, heldur sendir 2 undirmálsmenn niður í kjallarann á eftir honum, Árna Beisk og Símon Knút og þar Snorra ráðinn bani. Hann drepinn þar og sagt að síðustu orð hans hafi verið eigi skal höggva eins og allir vita. Nú, ég held að allir séu sammála það að þetta sé einhver svívirðilegasti verknaður Sturlungaaldar
að Gissur skyldi drepa Snorra þarna í Reykholti þennan dag og það einhvern veginn ekki að sjá að Gissur hafi haft í raun og veru umboð konungs til þess og langt líklegast að konungur hafi viljað fá Snorra sendan utan til sín og mér finnst það langt líklegast en Gissur hann vill drepa hann. Hvaða ástæður voru fyrir því, það mjög erfitt að segja til það en ég held að það hafi að einhverju leyti verið peningalegs eðlis, Snorri var forríkur og þeir sem og það kona hans Hallveig reyndar dáin en auðvitað þarna mikil auðæfi undir og bróður synir Gissurar þarna tveir erfingjar Hallveigar, það að segja Klængur Ormur, þeir þarna en ég held að þetta hafi verið svona mikið peningalegs eðlis að Gissur ákveður að drepa Snorra til þess að komast yfir þessi miklu auðæfi og þessi völd og goðorð sem að Snorri á. Og það þar sem að við svona skiljum við þennan her og við mögum ekki gleyma því að í liði með Gissuri þarna í þennan dabra haustdag Klængur Bjarnason, fóstursonur Snorra, uppeldissonur Snorra, sem að tekur þátt í aðförinni, sem náttúrulega alveg ótrúlegt út frá öllum svona siðferðislegum sjónarmiðum, bæði heiðni og kristni. En þannig að Snorri Sturluson drepinn þarna og það sem sé þrír tengdasynir hans sem koma að máli, fyrrum tengdasynir hans, það Árni Óreiða, Gissur og Kolbeinn ungi og þarna kemur að gamall vinur hans, Loftur Biskupsson, sem að vissi af þessu máli og síðan þessi fóstursonur hans Klængur Bjarnason. Einar, nú ég búinn að fara í gegnum hörmulegasta atburð Íslandssögunnar að Snorri frendi minn, Sturluson drepinn. Sleppti ég einhverju? Nei, þú... Ég var náttúrulega svo sorgbitinn þegar ég var að segja þetta. Ég veit að þú hérstiði við aðalatriðin, en það sem mér finnst kannski við hefðum átt að muna líka að þetta sumar, 1241, þegar hann kominn heim, og eftir að hann hefur farið þessa í rauninni rakför, hann hélt kannski að hann hefði slíka virðingu en þá, að hann gæti komið þar sem að tengdasynir hans fyrirverandi, Gissur og Kolbeinn ungi, réðu að sjálfsögðu öll á þinginu að það tekið mark á honum, en hann kemur þarna með Tuma, bróðursyni sínum sem hafði flúið úr bardaganum, barnungur á aldri í rauninni, en þá kemur Kolbeinn ungi og það svo falleg frásögn. Það sagt, hann kom þarna með öflugan herflokk. Þeir fóru óðfluga völlinn og létu gífurlega, svoleiðis að Snorri, sem var aldrei maður átaka, hann hrökklast inn í kirkju og mælist þar við í gegnum kirkjudyr, lokaði kirkjudyr við Kolbeinn unga, hann hefur ekkert upp úr þessu. Þetta hefur verið mikið niðurlæging fyrir hann. Annað sem að verður honum mikið sorgarefni að kona hans veikist og deyr þetta sumar. Já. Og mér finnst öll frásagan eins og Sturla stórskáld og rithöfundur sem skrifar þessa sögu, hann áttar sig á því að hann í bara þunglyndi. Þetta niðurlæging og þetta þunglyndi, hann búinn að missa bakland sitt í Noregi, hann veit það að hann fór út í óþökk konungsvaldsins og orðin persóna non grata þar, hann búinn að vera smjaðara fyrir konungsvaldinu alla sína tíð í rauninni og svo missir hann konuna sína, hann verður fyrir þessa niðurlæging á Þingvöllum, órækja sonur hans, ákveður að létta honum lund með því að halda honum veislu. Og hverjum býður hann í veisluna? Það hinn mælsku og ritsnillingurinn, Sturla Þórðarson. Og þeir eru þrír í veislunni og segja þar sögur, þetta í september, og þangað berst bréf frá Suðurnesjum, þar sem ykkur hefur frétt á Suðurnesjum að það sé verið að safna liðið til þess að ráðast gegn Snorra í Reykholti, en það skrifað með dulmálsletri sem kallað stafkarlaletur. Þeir reyna að lesa þetta snillingarnir, Sturla, Órækja og Snorri, en þeir ráða ekki í það annað
en að Sturlu finnst eins og það sem er að vara hann við ykkur. Hann ætla að vera að vara hann við því að það er að koma að drepa. En þeir eru of kátir og glaðir, hann bara fer heim og er varnarlaus þegar eins og þú hefur sagt frá. Gissur kemur með sitt lið og sína undir morðingi eins og Arnar Bisk og láta drepa hann í kjallarann. Já, þetta er góð viðbót. Það er mjög þýðingamikið í raun og veru að átta sig á sálarástandi Snorra þegar að Gissur kemur og af hverju hann hefur enga varðmenn, af hverju hann hefur engan vara á sér, og það held ég að sé alveg rétt að hann er mjög miður sín eftir dauða Hallveigar sem að reyndist honum í raun og veru mjög vel, og svo náttúrulega áttar hann sig mjög vel á sinni stöðu sem er alveg ömurleg, að það eru óvinir Sturlunga sem að ráða öllu landinu og þessi tengdasynir hans, þeir eru honum allir andsnúnir, en hann hefur greinilega reiknað með því að þeir myndu á einhvern veginn styðja hann. Sýna honum virðingu. Ja, sýna honum virðingu eða styðja hann bara af, sem að væri raun og veru kannski eðlilegt í eðlilegu árferði eða eðlilegu andrúmslofti. Og auki er hann búinn að tapa þessu baklandi sem hann hafði í Noregi. Hann er búinn að skrifa sögur allar Noregskonunga þeirra umboði. Hann hefði verið gerður að fólsnar í Jarli, svo segir sögun. En hann er búinn að tapa því líka, þannig að hann áttar sig alveg á því hvað hans staða er í raun slæm. Og ég held að það hefði verið mikil uppgjöf í Snorra þegar að Gissur kemur. Hann er einhvern veginn búinn að, þetta er stríðið tapað, hann veit það og þetta er náttúrulega gríðarlegt áfall fyrir hann að vera búinn að missa bróður sinn sem var nú tengdastur honum, hann var nú mjög tengdari Sighvati heldur en Þórði, og svo náttúrulega er ákveðin tengsl við þessa bróður sinni sem allir falla þarna á Örlygsstöðum. Þannig að þetta er, hann er í sorg, hann er í áfalli og hann er miður sín og hann einhvern veginn áttar sig á því að það er fjarað undan honum. Já, þessi montras sem hann var í aðra röndinu, þessi mikli snillingur, hann fattar hann hefur ekkert lengur til þess að monta sig yfir. Hann verður beiskur gamall maður. Já, hann er 62 ára. Já, það þótti hann sig gamalt á þessu tíma. Þetta er við söknum kallins ennþá. Söknum var svikið, sko. Við höfum aldrei fyrirgefið Noregskonungum að hafa í raun gefið þessa skipun. Ég hef alltaf verið lengi að berjast fyrir því að við slitum öllu stjórnmálasambandi við Noreg þangað til þeir biðjast afsökunar á þessum atburði, en ég fæ nú engan stemmingu fyrir því.